Takk fyrir, síð mér. Komið þá blessuð og sæl og velkomin til þessara guðsjónustu í Lindakirkju, þar sem að við þökkum fyrir og minnumst þess að núna á föstudaginn voru akkurat 20 ár síðan að Lindasókn var stofnuð og það var hér í Lindahverfinu fundur og fullt af fólki mætti og bauð sig fram til sóknarnefndar og svo á þessum 20 árum var ráðist í að ráða presta, byggja fyrst húsi á sléttunni, eins og var stundum kallað, fallega færanlegu kennslustofun okkar og svo var kirkjan vígð 6 árum síðar. Og það margs að minnast og það aðeins búið að vera að tala það og ég hef verið svo heppinn að fá að þjóna hérna í bráðum 14 ár og langar svona að deila bara 2 stuttum minningum með ykkur. Annars vegar þegar við vorum hérna og fyrsta skrifstofa mín var eiginlega ekki skrifstofa, ég var bara fram á gangi með Siggu kirkjuverði og svo hérna í einhverja 5 mánuði áður en við gátum flutt hérna inn og fyrir vikið þá var maður stundum meira inni í samræðum eða því sem var að gerast heldur maður hefði alltaf viljað og heyrði alls konar bæði á foreldramótnum þar sem að konurnar voru að tala saman og svo man ég einu sinni þegar voru fermingabörn sem vissi ekki ég heyrði í þeim og þau komu inn og voru að koma og þetta var 2008 og það var hrun þarna haustið og þá spyr eitt svona labbinn Hanna, má ég spyrja einu, segir hann vin sinn ert þú að fermast út af trúnni eða út af peningunum? Og það horfði hinn svona á hann alveg ótrúlega hneykslega bara trúnni þetta? Það sko kreppa, það ekki hægt að fermast út af einhverjum peningum. Það var bara ekki möguleiki. Og svo þótti mér líka mjög vænt þegar maður sér hérna og það ennþá að gerast hægt og rólega. Það hefur verið haldið mjög vel utan málin og peningahliðina að eyða ekki efni fram. Og það kom náttúrulega hrun og þá var allt sett í stopp og við vorum hérna með stólasöfnun fyrir fyrstu fermingarnar og við vorum með 27 mismunandi gerðir af stólum hérna þá. Það var áður en við fengum þessa kirkjubekki gefins frá Keflavík og svo eiginlega stóra gjöfin kom frá félagsheimili í Kópavog sem eru ennþá stólarnir sem þið sitjið í þarna aftast, þannig að nú erum við bara með 2 gerðir. En ég man líka því að það var þá ekki til peningur eiginlega fyrir neinu og við vorum með súpusamverur hérna og Sigga kirkjur sem þá var það voru ekki einu sinni til skálar. Þannig að þetta var allt bara svona pappaskálar og pappaskeiðar og þannig var það held í fyrstu 5 sem eftir ég kom til og svo náði hann að fara með einhver 12.000 kall sem hafði safnast af þessum samverum og í IKEA og keypti 50 skálar og skeiðar og ég gleymi ekki þegar það var tilkynnt yfir eldriborgarahópinn og við erum með þær gleðifréttir að það búið að kaupa 50 skálar og það var svona klappa bara eins og við hefum unnið eitthvað í lottóinu og það finnst mér líka svo gott við að gera hlutinu svona, fá ekki allt eins og ofdegra barn upp í hendurnar heldur kann maður að meta allt sem gert og eftir Óskar kom og kórinn þau sofnuðu til dæmis fyrir sem flýi hérna sjálf og við erum ennþá með verkefni sem við viljum sinna og munum sinna og áfram bæta aðstofarnar hérna í kirkjunni. Þetta var svona smá formáli. Við skulum hins vegar eins og alltaf í upphafi allra guðsjónusta helga okkur Kristi og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við saman með bæn. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða
og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Nú heyrist í mér án þessa. Ljóðið gott. Og þá les ég ritningalesturinn sem að skrifaði stendur í bók Jesaja spámanns. Drottinn Guð hefur gefið mér lærisveina tungu, svo að ég lærði að styrkja hinn þreytta með orðum. Á hverjum morgni vekur hann eyra mitt, svo ég hlusti eins og lærisveinn. Drottinn Guð opnaði eyra mitt og ég streittist ekki á móti, færðist ekki undan. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og vanga mína þeim sem reittu skegg mitt, huldi ekki andlit mitt fyrir háðung og hrákum. En Drottinn Guð hjálpar mér, þess vegna verð ég ekki niðurlægður. Því gerði ég andlit mitt hart sem tinnu, því ég veit að ég verð ekki til skammar. Nærri sá sýknar mig, hver getur deilt við mig? Við skulum báðir ganga fram, hver ákærir mig? Komi hann til mín, Drottinn Guð minn hjálpar mér, hver getur sakfellt mig? Sjá, þeir detta allir sundur eins og klæði, mölur étur þá upp. Hver sá yðar á meðal sem óttast Drottinn og hlýðir á boðskap hans? Sá sem gengur í myrkri og enga skímu sér, hann treysti á nafn Drottins og reiðir sig á Guð sinn. En þér sem kveikið eld og vopnist logandi örvum, gangi sjálfur inn í eigið bál. Og eldin sem þér kveiktu með örvunum, úr minni hendi kemur þetta yfir, yður, þér munu liggja í kvölum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og pist kemur úr 1. Kórinthubréfi.
Orð krossins að þeim stefnun, en okkur sem hólpin verðum það kraftur Guðs. Ritað ég mun eyða speki spekinganna og hyggindi hyggindamannana mun ég engu gera. Hvar vitringur? Hvar fræðimaður? Orðkappi þessa heims? Það ekki það sem heimurinn telur speki, heimska í augum Guðs? Enda þótt speki Guðs sé í heiminum, gátu mennirnir ekki þekkt Guð með sinni speki. Þess vegna ákvað Guð að boða það sem heimska í augum manna og frelsa þá sem trúa. Gyðingar heimta tákn og Grikkir leita að speki, en við sem predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku. En okkur sem Guð hefur kallað bæði gyðingum og Grikkjum, Krist, kraft Guðs og speki Guðs, því að heimska Guðs mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Komið sæl, eins og Guðni nefndi hér í upphafi, þá 20 ár síðan sóknin var stofnuð. Og hér hafa margir lagt hönd á plóg. Ég sagði það reyndar áðan, það var hérna svona smá sammenkomst hérna áður en messan var fyrir sóknarnefndirnar núverandi og þá fyrstu og byggingarnefnd og svona, það var svona smá valinn hópur sem hittist og þá einmitt nefndi ég það að okkar stóra blessun hefur alltaf verið hvað hefur fengist gott fólk til að leggja hönd á plóg hér og það okkar stóra blessun og verður vonandi ókomna tíð. En í þessi 20 ár eru 2 eftir af upphaflegu sóknarnefndinni og það María Kristín Lárusdóttir og hann Arnór Lárus Pálsson og ég ætla eiginlega bara að biðja þau að koma hér upp bara bæði 2. Væru til að koma Arnór og María? Það bara tilvalið að nota þennan
fína ramp bara. Fara á rampinn bara. Og ég má til með að segja að mér finnst það svona dæmigert fyrir Arnór meðan hann er að rölda hérna upp til okkar að þarna fann ég mynd á honum sem að birtist á vísir.is árið 2014. Þá var nú planið okkar svona og það var tekið viðtal við Arnór með það að hann var að rótast í því að Kópavogsbær bara splæsti á okkur nýju plani. Og þetta var svona til umræðu og þarna í viðtalinu lýsir hann okkar þörf og þetta segir nú mikið hann Arnór sem hefur verið vakinn og sofinn yfir þörfum safnaðarins frá upphafi og upphafi formannstarfa og var hann nú margreyndur áður og svo var það náttúrulega það frábæra við það þegar Arnór hætti að vinna að þá hefur hann verið nánast bara daglegur gestur hérna og ekki gestur heldur bara og með því hefur vinskapurinn og kærleikurinn bara vaxið í gegnum árin. Ég ætla að byrja á þér, María. Gjör svo vel. María Kristín, hún hefur verið, gjör svo vel, hún hefur verið í sóknarnefndinni frá upphafi eins og ég segi. Hún hefur gegnt ýmsum embættum þar, verið gjaldkeri og ritari og svo hefur hún hoppað í að vera kirkjuvörður, hún var í kirkjukórnum, hún hefur verið í vinavóðum og við getum nefnt svo ótalmargt. Og ég veit að þessi litla gjöf er stytta af fígúru sem stendur á haus og það er kannski það eina sem hefur ekki gert fyrir okkur. Þannig að, nei, kannski ekki. En við skulum bara blessa Anna Maríu með lófaklappi. Og kæri vinur, Arnór, viltu koma inn til okkar? Já, það er alltaf að vera með svona smá kassabíl, það er allt í lagi. En hér eru blóm, við skulum bara leggja þau hérna í þetta körfu. Er það ekki? Jú, þetta er allt saman. Já. Þetta er allt gert. Já, þetta er mjög fallegt. Og svo með því fylgir kort og við settum það bara með hana. Og kæri Arnór, eins og ég er búinn að nefna hér áður að það hefur verið bara, mér þykir svo vænt samstarfið sem þú hefur átt við okkur öll hérna. Hvernig þú hefur kíkt á allt sem við hefur verið að fást við, litið við í sunnudagaskólann og allt þar upp úr. Og sýnt þessu svo mikinn kærleika og mikla elju og dugnað og svona barist fyrir þessa sókn og þess vegna er það nú bara svona fyrst og fremst tákrænt því að verður ekkert endurgoldið í gjöfum eða peningum þar sem að þú hefur lagt fram hér en hér er þessi fallegi skjöldur sem að Páll Svavarsson vinnuðinn lagði mikið hjarta í að láta útbúa með mynd af Lindakirkju en hann getur því miður ekki verið með okkur hér í kvöld. Hann er með þessa flensu sem ég er búinn að gleyma nafninu á hana. Það er ágætt að vera búinn að gleyma. Já, ég held það. En hér á þennan skjöld er ritað Arnór L. Pálsson hjartans þakkir fyrir 20 ára formannstíð í Lindakirkju 2002 til 2022. Og mér sýnist hann Geir, hann er að munda hér myndavélar og ýmsir fleiri. Ef ekki aðeins að koma, vil ekki koma hérna, ef ekki að vera hérna saman prestarnir og Arnór og María. Já. Meðan við vorum í byggingafasanum þá
var það nú svona til siðs að bæði formaður og sóknarprestur tóku til máls á aðalsafnaðarfundum og ég endaði alltaf mín orð meðan kirkja var í byggingu: ef Drottinn byggir ekki húsið erfiðast smiðið til ónýtis, og þannig höfum við reynt að leggja okkar verk öll fram fyrir Drottinn, og það er þetta orð krossins sem Guðni var að tala sem hefur verið bæði bensínið og drifkrafturinn í starfinu okkar hér í Lindakirkju. Og Guð blessi ykkur, elsku systkin, áfram, og þakka ykkur innilega fyrir vináttu og ykkar störf. Og bara klöppum fyrir þeim aftur. Þá ætlum við að syngja, við skulum fá hérna glæru, biðjum blessun. Það er við fáum hérna, hér er viðlagið og við skulum endilega taka undir það, en hann Gísli okkar ætlar að, Ég var að meina þetta. Bara Gísli, go for it, eða ekki? Ég fyrirgefi, það var smá misskilningur. Þannig að það er ekkert að marka hann að texta sér settur upp á vegg. En bara, já. Heyrist núna, já, rís á fætur. Heyra Guðspjall. Sorry.
Jesús tók þá 12 til sín og sagði við þá: Nú förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram sem spámennirnir hafa skrifað mannssoninn. Hann verður framseldur heiðingjum. Þeir munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu húðstrykja hann og lífláta, en á 3. degi mun hann upprísa. En þeir skildu ekkert af þessu. Orð þessi voru þeim hulin og þeir skynjuðu ekki það sem sagt var. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lofsið þér Krist, og við stöndum áfram og játum saman trún okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn á heilögum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, uppreisu mannsins og eilíft líf. Amen. Þið megið fá okkur sæti og við ætlum að syngja saman Dag í senn. Mun ég
Ég ætla að leyfa mér að víkja aðeins frá textum dagsins og tala meira svona persónlegum nótum í tilefni afmælisins. En fyrir ykkur sem ekki vitið þá heiti ég Dís Gylfadóttir og ég þriðji og nýjasti presturinn. Ég búin að vera hérna í rúm 4 ár. En ég kom hingað miklu fyrr. Ég kom fyrst hingað inn í Lindakirkju þegar ég var á 3. ári, held ég, í guðfræðinni og ég held að séu komin 11 eða 12 ár síðan. Og þá kom ég inn sem sjálfboðaliði til aðstoða við að halda utan alfanámskeið ásamt fleirum og ég upplifði strax það sem margir hafa talað að þegar ég gekk inn dyrnar í Lindakirkju þá fann ég að hér ríkir alveg sérstakur andi. Er ekki sammála? Og hér gott að vera. Og svo fór ég fljótlega í fyrstu messuna sem var þá inn í safnaðarheimili og þá opnaðist mér nýr heimur. Presturinn, ég man ekki hvor þeirra var, en annarkvor, gildir þá báða samt, að presturinn sem var þá var svo frjálslegur, talaði á mannamáli og Óskar satt að sjálfsögðu við píanóið og stjórnaði gospelkórnum eins og honum einum lagið og andrúmsloftið var svona létt, það var hlegið og mér sér klappað og ég átti bara ekki til orð. Bara mátti þetta í kirkju. Þannig að mér list vel á þetta, þannig að leið ekki langur tími þá til ég bankaði á dyrnar hjá séra Gummakalla og spurði hvort ég mætti koma í starfsþjálfun hjá honum þegar þar að kæmi. Og það var auðsótt og hafa þeir báðir, Guðni Már og Gummi Kalli, verið bara einstakir mentorar og leiðbeinendur, alltaf jákvæðir og til í að hjálpa. Og svo fann ég fljótt að hér nýjum hugmyndum vel tekið. Og sem dæmi þá má ég til með að segja ykkur frá handavinnuhópnum Vinavóðum sem var nefndur hér áðan sem ég stofnaði árið 2012. Ég hafði, þegar ég var að skrifa ritgerðina mína þá las ég handavinnuhópa í Bandaríkjunum sem kallast Prayer Shawl Ministry og sér hópa prjóna bænasjöl sem að kirkjan gefur fólki sem stendur á krossgötum í lífinu, veikt eða hefur mist ástvin til dæmis. Og mér finnst þetta svo falleg hugmynd, en það tók mig tíma að mana mig upp í að spyrja Gummakalla hvort ég mætti byrja með svona hóp. Því þekkti hann ekki mikið á þeim tíma. En þegar ég svo loks gerði það, þá var svarið bara já, frábært, viltu ekki byrja í næstu viku? Og hann hringdi mér í mig sama kvöld og sagðist vera komið hugmynd að nafni á hópinn sem Vinavóðir. Hann á það. Það svo mikill áhugi og svo fær maður hvatningu til að bara drífa í þessu. Og þess má geta að María Kristín hefur verið með í Vinavóðum frá upphafi og enn og við prjónum saman á mánudögum á milli 11 og 1 og allir velkomnir í Lindakirkju. En svo þegar ég var loksins vígð til press árið 2017, haustið 2017, þá kynntist ég Arnóri formanni betur. En þá koma daglega nánast í kaffi og spjall. Og mér langar bara til að nýta tækifæri á þessum tímamótum og þakka þér fyrir, Arnór, hvað tókst rosalega vel á móti mér á þessum tíma. Og bara fyrir að vera formaður sem alltaf hægt að leita til og alltaf jákvæður fyrir nýjum hugmyndum. Það bara ómetanlegt. En við í Lindakirkju, sem störfum hér og erum virk í starfinu, við viljum skapa gott samfélag þar sem við finnum okkur öll velkomin og fjölbreytt safnaðarstarf og í gegnum það miðla kærleika Krists sem með okkur í gleði og sorg. Og það gerum við til dæmis í gegnum foreldramótna, krílasálma, kórastarf, æskulýðs- og unglingastarf, hjónanámskeið, súpusamveru eldri borgara, Vinavóðir, alfanámskeið og margt fleira, ég örugglega að gleyma einhverju. En aðalatriðið alltaf að minna á að við erum öll dýrmæt og elskuð börn Guðs. Bara til hamingju með afmælið, Lindakirkja. Kórið þá næstur upp. Já.
Ég get nú svo sem sagt eitthvað skemmtilegt líka, en Arnór og ég höfum nú haft aldeilis góð samskipti hérna síðustu 12 árin sem ég hef verið hérna og hann hefur aldrei sagt nei við mig þegar ég óska eftir að kaupa eitthvað. Ég hef alltaf komið með skjálfandi á fótunum og sagt nú þurfum við að kaupa flíl, já, frábært. Við þurfum að kaupa kórpalla, já, endilega, og hljóðkerfi, þú veist, það var alltaf já og það var alltaf tekið jafnvel skrefinu lengra, þurfum ekki stærri, þurfum ekki meira, þurfum ekki græjur og, þú veist, og eins þessi pallu sem ég hannaði sem hérna fyrir fram á sviði sem hann að rauða, þú veist, ég reyndi að sannfæra hann þetta og hann bara var ákveð og byrjaði á þessu bara vikuna eftir held ég og líka pall hérna fyrir flílinn og það var alltaf já. Svona gott að hafa mann með sér, já mann. En við ætlum að taka þriðja frumsamda lagi hér í dag. Við byrjum á lagi eftir mig og svo Guðmundur Karl áðan og nú næsta lagi eftir Áslaugu. Þannig að við fáum smá tríó hér í dag. Við höfum þrjú svolítið verið að semja músík og ætlum að taka lag sem að Áslaug hefur sungið mikið með okkur hér í gegnum tíðina. Ég er ekki með sæti, má ekki að syngja með okkur? Jú. Gat við. Marja, þú mátt líka að koma sko. Syngdu bara með úr sætinu. Komdu með. Já, komdu. Þú kannt þetta. Komdu. Kom. Síðast að Ég mæla það. komdu. Dýr sé Guði, dýr sé Syninu, á himni sem á jörðu, að eilífu. Aldir alda, dýr sé Andanum, Föður vor á himnum, heilugur. Faðir minn, Faðir á himnum, ég lofa þitt heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji, aldir að eilífu. Amen. Þitt er ríkið, þinn er mátturinn, á jörðu sem á himni, að eilífu. Dýr sé Guði, Föður Syninum og heilögum Anda. Amen. Faðir minn, Faðir á himnum, ég lofa þitt heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji, aldir að eilífu. Gloria in excelsis Deo et in terra pax. Gloria in excelsis Deo et in terra pax. Dýr sé Guði, dýr sé Syninum,
sem á jörðu að eilífu. Faðir minn, faðir á himnu, ég lofa þitt heilaga nafn, heilaga nafn. Faðir minn, verði þín vilji allir að eilífu. Amen. Faðir minn, faðir á himnu, lofa þitt heilaga nafn, heilaga nafn. Faðir minn, verði þín vilji allir að eilífu. Amen. Óvænt og skemmtilegt eins og lífið á að vera. Það er komið að því að við ætlum að biðja saman og ég vil endilega benda ykkur á það að bænastundi verður þannig að við ætlum að njóta þess að syngja saman. Þegar við ætlum að syngja lag sem á heldur betur við núna, sem er líka bænalag þegar lít ég liðinn tíma. Við vorum að rifja upp ýmsa skemmtilega minningar hér í dag og við ætlum að halda upp á þetta 20 ára afmæli á tvennan hátt. Núna var það með þessum hætti í tilefni af stofnun sóknarinnar í haust. Þá verður hér alveg bara svaka festival. Hefur ekki að lofa því bara? Já, í tilefni af því að þá verða liðin 20 ár frá upphafi safnaðarstarfsins. En við ætlum að eiga saman bænastund, syngja saman þegar lítið liðin tíma. Við getum líka beðið frá sætun okkar. Það er örugglega eitthvað sem hvílir á okkur öllum. Ef ekki, þá verðum við alveg mjög lánsöm, mjög blessuð og þá er alltaf eitthvað til að þakka fyrir líka. Og gerum það. Þakkirnar, að vera þakklátur, það er eitthvað sem skapar alltaf fegurð í hjartanum. Og í rauninni var það þakklæti að hugsa með þakkir til Guðs sem að leiddi mig í rauninni til trúarinnar upphaflega. Ég vil líka benda á kertaaltarið og bænaaltarið sem er hérna aftast í kirkjunni. Þar sem að má kveikja á bænaljósum fyrir eitthvað sem að brennur á hjart okkar og eins skrifa bænarefnin á miða og þá er beðið fyrir þeim hér af bænahópi sem hittist á 50-dagsmorgnum klukkan 9 og allir eru alltaf velkomnir. Það er gott að koma til bæna þá. En við skulum þá sameina hug okkur og hjarta og svo ljúkum við bænastundina því að biðja saman bæn Drottins. Þegar
verkfæri friðar þíns. Við þökkum þér fyrir að þú heyrir bænirnar okkar og þekki þarfir okkar hvers og eins, og við felum þér þær bænir sem hafa stigið upp til þín hér í kvöld. Blessa þú eins og þú einn getur. Ég veit að málefni Úkraínu hvíla þungt á okkur öllum. Við minnumst bræður okkar og systra sem að búa við ófrið og óöryggi í heiminum, en í dag felum við þér sérstaklega fólkið í Úkraínu sem líður fyrir stríðsátöku í landi sínu. Vertu með þeim, Drottinn. Vertu með þeim öllum og gefðu þeim styrk til að lifa. Blessaðu þau sem ákveðið hafa að flýja landi sitt í vonum að geta lifað í friði, þar sem réttlæti ríkir. Gefðu, Drottinn, ráðamönnum heimsins dug og þeir láti ekki sérhagsmuni ráða för, heldur komið þeim til hjálpar sem eru hjálparþurfi, Drottinn. Takið höndum saman að stöðva stríð og vinna friði. Við byrjum réttlæti og frið til að handa öllum jarðarbúum og allri sköpun þinni. Náttúrunni líka. Breyttu böli í blessun, Drottinn, eins og þú einn getur. Mannkyni til heilla og lífs. Láti góða sigra hið illa. Gefðu okkur hugrekki til að mynda skjaldborg það góða, þannig að hið illa fá ekki þrifist, fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen. Drottinn, þú þekki bænirnar okkar og við felum þær allar í bæninu sem að þú kenndir okkur og byggjum saman einum rómi. Faðir vor, þú sem ert á heiminum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem ég og fyrirgef vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn til dýrðin að eilífu. Amen. Þá er svona að líða á lokum þessara guðsþjónustu og ég vil endilega biðja ykkur að staldra við. Það er að sjálfsögðu, við erum komin aftur, við erum komin tilbaka. Við erum farin að geta boðið upp á kaffi og konfekt eftir messu. Þannig að endilega svona leyfum okkur að njóta þess að maðurinn manns gaman hér á eftir. Og þökkum fyrir það að þessi tími þarna sem er tengt þessa flensu er liðin. En áður en við þykjum blessunina þá ætla ég bara flyt hana svona, ég bara svona ræski með þess og tala pínu hátt. Ég ætla að láta fram í mikrofónum. Hann er að gleyma því að Guðmundur að það er líka útsetningu og það heyrist ekki það sem hún segir í útsetningunni. Þannig að við skulum hafa mækinn og endur takk. Ég vona bara blessi ykkur þeir sem eru við skjáin heima. Það var verið að benda mér á að heyrðist eitt í mér til ykkar á þetta. Óskar, þetta var þetta ekki kór sem að þú hefur... Ég kendi þetta á gospelnámskeið hjá þér á Skagarsund ára 2000 við hittumst fyrsta skipti. Alveg rétt. Og svo er þetta búið að fylgja þessum söfnuði frá upphafi. Og svo þegar þú komst í skjáluna hér, þá einmitt gerðum við einsóngskaflan sem hún Áslaug ætlar að syngja með kórnum. Guðni Einarsson á textan og þú átt erindi, þannig að samvinna. Já, einmitt, þetta er svona samvinna. Syngið með því Guðni. Já, endilega.
Ljós Guðs lýs okkur á veginum, farið í friði og þjónið Drottni með gleði. Já, gerum það! Þeir eru orðin svolítið ryðguð, þið voru að taka þetta öll. Farið í friði og þjónið Drottni með gleði. Já, gerum það! Takk fyrir, Guð blessi ykkur.